Komið sæl, ánægjulegt að vera með ykkur hérna á afmælisráðstefnu Skóla á Grænni Grein og það sannur heiður að fá að halda þetta erindi á þessu tilefni og bara til hamingju Skóla á Grænni Grein og Grænfóninn. En ég heiti sem sagt Katrín Magnúsdóttir og starfaði við verkefnið, meðal annars sem verkefnisstjóri frá árinu 2013 en nú í leyfi þessa önn og svo heppin að fá að kenna umhverfisfræði hérna í MS á meðan að ég í þessu leyfi. Og ég ætla núna að kynna fyrir ykkur áfanga sem að ég þróaði í Verslunarskóla Íslands ásamt Margréti Auðunsdóttur og við kenndum hann þar saman og nú ég að kenna hann í annað sinn hérna í MS með nemendum í MS. Hérna sjáið þið nöfn nemenda í áfanganum og þau munu á eftir koma með smá innslag inn í kynninguna og aðeins aðstoða mig við að sýna hvað við erum búin að gera. Þetta heilsársáfangi sem kenndur yfir allt árið og nemendur eru sem sagt einu sinni í viku í tíma og það þá í klukkutíma í senn. Þetta valáfangi á öðru og þriðja ári. Nemendur fá 5 einingar fyrir. Þetta þriðja þrepsáfangi og námsmatið símat, þannig að það ekkert próf í áfanganum, heldur þetta bara verkefna miðað. Og við leggjum áherslu á það að nemendur stýri áfanganum í rauninni, það eru þau sem að ráða ferðinni og ákveða hvað gert, en ég leiðbeini þeim áfram og kem með svona fræðslu, innslög og útskýringar og styð við þau í því sem að þau vilja gera. Og það náttúrulega Grænfóninn sem kjarninn í áfanganum og skrefin 7, þannig að þau í rauninni að vinna markvisst að þessum skrefum og loka markmiðið vissulega að fá að flagga Grænfónanum. Og svo umhverfisfræði náttúrulega skylda fyrir alla nemendur á fyrsta ári í MS. Þannig að allir nemendur í skólanum fá einhverja fræðslu umhverfismál. Hérna sjáið þið markmið áfangans. En við erum sem sagt búin að skilgreina þekkingarmarkmið, leiknimarkmið og hæfnimarkmið fyrir áfangan og þið sjáið þau hér að við leggjum áherslu í þekkingarmarkmiðunum að nemendur hafi innsýn inn í hugmyndafræði, sjálfbærni og sjálfbærar þróunar og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Að þið áttu sig á helstu umhverfisvandamálum sem að heimurinn að glíma við, bæði sem sagt þá hnattrænt og hérna heima fyrir. Geta til aðgerða lykilatriði þar sem að nemendur eru. Þetta aðgerðamiðaður og valdeflandi áfangi þar sem að nemendur eru kjarninn og sem sagt gerendur áfangans. Og síðan náttúrulega þetta með sameiginlegu ábyrgðina. Sameiginlegu ábyrgð okkar allra á því að jörðin sé í góðu ástandi. Svo það leiknimarkmiðin en þar leggjum við áherslu á að það eru nemendur sem að stýra þessum umhverfisúrbótum innan skólans og að styrkja lýðræðisleg vinnubrögð. Og svo það hæfnimarkmiðin. Þar erum við svolítið með áherslu á þessa forystuhæfni að þau átti sig á því að þau geta breytt hlutunum og geti haft áhrif, að þau séu virkir og ábyrgir borgarar, miðli áreiðanlegum upplýsingum umhverfismál og taki gagnrýna afstöðu gagnvart umhverfissamfélagi, menningu og efnahagskerfi. Þannig að þetta eru svona þessi markmið sem við höfum skilgreint innan áfangans. Og eins og þið kannski voru búin að taka eftir að þá passar þetta allt saman mjög vel við kjarnan í Grænfóna verkefninu og hérna sjáið þið glæru með öllum þessum þáttum sem eru svo mikilvæg í Grænfónaverkefninu að það náttúrulega nemandinn í brennidepli, valdefling og geta til aðgerða þar sem að nemendur fá að ákveða hvað gert og hvernig það gert og vinna svo að því að vinna að umbreytandi nálgun og kerfisbreytingu, tengingu við nærsamfélagið, vinna þverfagleg verkefni og með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Við erum að upplýsa og fræða aðra, ígrunda og meta það sem við gerum og svo náttúrulega þessi hnattræna vitund. Þannig að þetta eru þessi áhersluatriði bæði þá í Skólum á Grænni Grein og Grænfónaverkefninu og í þessum áfanga. Og í öllu sem við gerum þá leggjum við áherslu á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og að verkefnin sem við vinnum séu svolítið tengt þessum heimsmarkmiðum. Og eins og áður sagði að þá lokamarkmiðið vissulega að flagga Grænfónanum. Þannig að nemendur eru markvisst að vinna að því allt árið að fá að flagga Grænfónanum í vor.
Aðferðafræði áfangans liggur sig þessi 7 skref sem að þarf að stíga til að ná grænfánaviðurkenningunni og það þá náttúrulega að stofna umhverfisnefnd og nemendur áfangans mynda þá þessa umhverfisnefnd. Nemendur áfangans meta stöðu umhverfismála með til þess gerðum listum sem að finna á vefsíðu Skóla og grænni grein og setja sér svo markmið út frá því sem að úr umhverfismatinu kemur og þeir sinna síðan eftirliti og endurmati og framkvæmd markmiðana. Og eins og staðin núna þá eru nemendur sem sagt náttúrulega búnir að stofna nefndina, það náttúrulega bara nemendur áfangans og þeir eru búnir að meta stöðu umhverfismála og eru búnir að setja sér markmið og eru í þeim fasa að vera að framkvæma markmiðin og sinna eftirliti og endurmati á markmiðunum. Og ég ætla núna að sýna ykkur markmiðin sem að þeir settu sér fyrir þetta ár og hérna sjáum við markmið nefndarinnar og ég held að sé best að við fáum bara krakkana til að segja ykkur aðeins betur frá þessu. Jæja Lilja, við gerðum flokkunarkönnun fyrir nemendur og kennara. Hver eru helstu niðurstöðurnar? Niðurstöðurnar voru mjög jákvæðar og það kom í ljós að í könnuninni að þeir sem tók hana að það flokki flestir. En þótt að fólk flokki en það ekki til nógu margar tunnur í skólanum til þess að geta verið að flokka almennilega. Við erum bara með plast, dósir, pappír almennt og svo sumstaðar en ekki mörgum stöðum erum við með lífrænar tunnur en okkur vantar allar málm- og áltunnur, það ekki til. Já, þið komist að því sem vantar flokkunartunnur á marga staði. Hvað gerðu þið til þess að bæta úr því? Við lögum áherslu á stjórnenda að vera meira í liðum á okkur og við erum að reyna að fá í gegn að fá fleiri tunnur í skólan til þess að bæta flokkun. Og við viljum hafa allstaðar sem eru ruslatunnur, séu tunnur af öllum gerðum til að flokka allt, ekki bara almennt eða pappa eða, Svo kom í ljós í könnuninni að fólki fannst tunnurnar frekar illa merktar. Gerðu þið eitthvað í því? Já, eins og til dæmis við settum hérna fyrir flöskur, settum fyrir plast, settum fyrir pappirinn og almennt og svo hér settum við bara spurninguna af hverju að flokka og svo segjum við frá því hvað er jákvætt eða það að flokka. Akkurat. Já. Og við bættum hérna við logói fyrir heimsmarkmiðin og vorum að tengja við bæði heimsmarkmiðin og grænfánan til þess að vísa í að við séum að vinna að því. Þótt að mig kannski ekki en þá taka margir í menntaskólum negatífpóða og það hefur margir verið að velta fyrir sig hvaða tunnur það fer í, en það fer í almennt, það er ekki lífrænt og sama með tyggjó eða svoleiðis. Annars sögðum við líka svolítið frá því hvað bara mætti fara inn í hvaða tunnu. Svo eitt líka varðandi almennt að við leggjum áherslu á það að það er neyðarúrræði. Ef við algjörlega vitum ekkert hvað á að gera við dótið sem við erum að fara að henda, þá fer það í almennt. En annars reynum við eftir fremsta megni að flokka til þess að ýta undir þetta hringrásarhagkerfi að sé hægt að endurnýta þetta allt. Jæja Ásmundur, við gerðum samgöngukönnun. Já, heldur betur. Eins og niðurstöðurnar sína þá koma 60% fólks á bíl í skólan sem náttúrulega frekar mikið og frekar há tala með það að nóg náttúrulega af hjólaskýlum og strætóskýlum í kring skólan. Það er spurning hvort að séu fleiri sem að geta komið til dæmis gangandi eða með strætó. Einmitt og já, það er ekki margir sem koma gangandi hjólandi og á strætó, kannski hlutfallslega flestir á strætó. Alla ekki nóg sko. Nei, akkurat. En við ætlum að gera eitthvað í þessu eða ekki. Við stefnum á að hafa svona keppni á umhverfisvikunni. Já, það er náttúrulega, hafa keppni á milli skóla sem flestir komi með annarkvæmt gangandi eða með strætó. Náttúrulega og þú veist, ég veit að það er mikið af fólki sem kannski bara að keyra í einhverja 4-5 mínútur í skólan sem að gætu alveg eins bara komið hjólandi sko. Algjörlega. Þannig að við ætlum að hvetja fólk til þess á umhverfisvikunni að koma með sjálfbærum hætti og vera með verðlaun fyrir þá sem koma oftast. Já, auðvitað. Einmitt. Jæja, við erum að reyna að leggja svolítið áherslu á hringrásarhagkerfið í skólanum. Já. Og erum búin að setja upp þennan fataskiptamarkað. Já. Hvernig virkar þetta eiginlega? Fólk getur komið með gömul föt sem er hægt að nota og setta hingað og síðan getur bara hver sem er komið með fötin sín og tekið. Já. Og þetta er bara algjörlega sjálfbært, það er enginn sem að hefur yfirlit yfir hverjir að taka og koma með, þannig að þetta er bara opið fyrir alla nemendur og kennara. Já.
og við erum búin að setja hérna merkingar, er það ekki? Já. Svona fínt plakat sem að sýna hvernig það virkar. Jæja, Elísa, nú erum við búin að gera svolítið átak í mötunettinu. Já, við fórum sem sagt niður og töluðum við konuna sem vinnur í mötuneytinu og vorum að hvetja hana til þess að minnka plastumbúðir matinn og við náðum því markmiði. En svo erum við líka með það hefur alltaf verið vegamatur í hádeginu en það vantar svolítið að koma með vegan úrval af samlokum og hvað þannig. Það er eiginlega allir með kjöti en við erum að hvetja hana til þess að minnka kjötið og fá meira af hlutlausu mat. Við vorum að gera ýmislegt til að vekja athygli á umhverfismálum innan MS. Geturðu sagt mér frá einhverju sem við höfum gert? Já, við sem sagt gerum glærur til að vekja áhuga á umhverfismálum hér í MS og þessar glærur eru sýnilegar á öllum skjám hér í skólanum. Já, svo hérna erum við með bókaskiptimarkað, þannig að nemendur og kennarar geta bara skilið eftir bækur sem þau eru búin að lesa og tekið sér aðrar. Já, við þökkum krökkunum fyrir þetta. Þetta var ótrúlega flott hjá þeim og þau hafa verið að standa sig hrikalega vel og eru afar áhugasöm að bæta málin hérna í MS. En það er ekki nóg að þessu bara nemendur sem að gera hlutina, heldur þurfa kennarar sjálfsögðu að taka þátt í þessu líka. Og í skrefi 5 að þá er það námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá. Og þar er áhersla lögð á að allir kennarar fjalli umhverfismál með einhverjum hætti í sínum áföngum. Og í MS þá ætlum við að vera með umhverfisviku núna í apríl og þá verður þemað umhverfismál í öllum skólanum. Þetta er í annað skipti sem að slík vika er haldin. Við gerðum þetta í fyrsta skipti í fyrra með afar góðum árangri. Og í þessari viku er lögð áhersla á að allir kennarar komi umhverfismálum einhvern veginn að í sinni kennslu. Þannig að það er algjört lágmark að kennarar taki þetta fyrir í þeirri viku en svo hvetjum við kennara til að gera það líka í öðrum sem sagt, annar staðar yfir árið. Já, þannig að með þessum hætti erum við að reyna að tengja kennara betur inn í þetta verkefni og við hvetjum þið líka til að leggja þá áherslu á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna af sama tilefni. Já, þá er það skref númer 6 sem er að upplýsa og fá aðra með og þar er náttúrulega lögð mikil áherslu á það að allir séu upplýstir í öllu skólasamfélaginu, nemendur, kennarar, annað starfsfólk og helst sem sagt út fyrir skólan líka. Umhverfisvikan gegnir veigamiklu hlutverki þarna af því að þá eru umhverfismál í brennidepli í öllu skólasamfélaginu þar sem að það eru ýmsi viðburðir og slíkt í gangi þar sem að umhverfismál er í brennidepli. Við sendum út fréttabréf með upplýsingum umhverfismál, við höfum verið að gera kannanir og einnig höfum við nýtt samfélagsmiðla í þessum lið til þess að upplýsa og fá aðra með og reyna að boða fagnaðarerindi sem víðast. Já, en sem sagt skref númer 7 er þá umhverfissáttmáli eða umhverfisstefna og MS er búið að setja sér sína umhverfisstefnu og nemendur munu fá þessa stefnu í hendur og gera athugasemdir og breytingar ef að þörf er á. Þannig að þá erum við búin að ljúka hringnum, fara í gegnum öll skrefin 7 og þá þegar það er búið að þá er ekkert því til fyrirstöðu að sækja grænfánan og vona að við komumst í gegnum nálaraugað og fáum að flagga grænfánanum í vor. Takk fyrir!